Reynsla Páls Magnússonar af starfi aðstoðarmanns Valgerðar Sverrisdóttur viðskiptaráðherra var nóg til að uppfylla skilyrði laga sérþekkingu á bankamálum þegar Páll var valinn hæfastur til að gegna starfi forstjóra Bankasýslu ríkisins. Þetta segir Þorsteinn Þorsteinsson, stjórnarformaður, sem telur þó að störf hans fyrir Valgerði á þeim tíma, þegar umdeild einkavæðing bankana fór fram, hafi ekki átt að vinna gegn því að hann hlyti starfið. Helgi Seljan ræddi við Þorstein þessi mál og fleiri í dag. Þorsteinn Þorsteinsson, velkomin í Kastljós. Við skulum bara byrja aðeins á þessu með ráðningun á nýjum forstjóra, Páli Magnússyni, fyrrverandi bæjarritara í Kópavogi. Hvers vegna var ákveðið að ráða Pál umfram aðra umsækjendur sem nefndir hafa verið til sögunar og reynsla þeirra á menntun rakin talsvert ítarlega? Já, þetta hefur komið talsvert til umræðu í fjölmiðlum, þannig að það er kannski rétt ég farið þá yfir þennan ráðningaferil sem að ég tel að hafi verið mjög faglegur. Það er sem sagt 3 manna stjórn Bankasýslunnar sem sá ráðninguna ásamt ráðunaut frá Capacent. Við sáum 9 umsóknir í byrjun og fórum yfir þær og 2 virtust ekki uppfylla formleg skilyrði, þannig að það voru 7 eftir. Þeir fóru síðan í ákveðið próf sem að var útbúið þannig að við stjórnin ákváðum hvaða þætti í farið þessara umsækjenda þyrfti að vera til staðar fyrir þessa stöðu og síðan tók Capacent að sér að prófa það og þegar þeim prófum var lokið þá voru 4 umsækjendur efstir og nokkuð jafnir. Páll reyndar einn af þeim. Síðan tókum við aðeins viðbót á próf á þessum 4 og síðan viðtöl við þá alla sem öll stjórnin var við ásamt ráðgjaf okkar og þar á eftir þá var leitað eftir meðmælum frá þessum aðilum og þegar þessu ferli var lokið þá fór stjórnin og ráðgjafinn yfir málið og það var sameiginleg niðurstaða okkar 4 að Páll stæði fremst af þessum 4 umsækjendum sem voru þarna eftir. En hvernig, að því að nú hefur menn hafa þetta verið að rifja upp menntun og starfsreynslu Páls og lagt hana við hliðina á menntun og starfsreynslu 3 annarra umsækjenda. Það til dæmis vísa til þess að það er beinlínis lagaskylda á ykkur varðandi það hvaða hæfisskilyrði forstjórinn þurfa að hafa. Hann þarf til dæmis að hafa, og ég vitna bara í lögin, stjórnarmenn og forstjóri Bankasýslu skulu hafa haldgóða menntun auk sérþekkingar á banka og fjármálum. Hvar liggur þessi sérþekking Páls? Já, við töldum að þessir 7, eins og ég sagði, hefðu uppfyllt lágmarksskilyrði auglýsingarinnar og þetta skilyrði. Og Páll uppfyllir þau í og með að hann hefur verið í viðskiptaráðuneytinu eða viðskiptaráðuneytinu og verið þar aðstoðarmaður og meðal annars heyrir nú fjármálamarkaður undir það ráðuneyti og undirbúningarlaga og slíkt er þar. Og síðan er Páll núna bæjarritari í Kópavogi og hann er jafnframt sviðsstjóri stjórnsýslusviðsins sem að fjármálin heyrir undir. Þannig að við töldum að hann uppfyllti þau lágmarksskilyrði sem væri krafist á þessum þætti. En sko, fyrir að fyrsta þá er hann þetta bara pólitískur aðstoðarmaður í ráðuneytinu og þar er ekki síðastir í vissi ekki óskað eftir neinni sérstakri þekkingu, ég reyndar bara alls ekki neinni til þess að menn geti sinnt í starfi. Eins og þetta bæjarritarastarfi þá er kannski ekki beint eins og hann sé ég sjá fjármál bæjarins þó hann sé vissulega yfirmaður þess sem að geri það. Finnst þér þetta að vera, metið þú það þannig að þetta sé ávið margra ára vinnu og stjórnunar reynslu í bankakerfinu? Nei, ég segi ekki að það sé ávið það, en við álítum sem sagt stjórnin að Páll hafi uppfyllt þau lágmarksskilyrði sem að við gerum samkvæmt lögunum og samkvæmt auglýsingunni þetta atriði. Þó hann hafi í sjálfu sér ekki verið svo sterkasti umsækjandi á þessu sviði. En nú er þetta nákvæmlega bara lögin og þetta er eina lagaskyldan sem hvílir á okkur. Fannst þér nóg að hann myndi eingöngu uppfylla svona lágmarksskilyrði hvað þessa kríteríu varða sem er svo eina sem einhver er gert að fara eftir að lögum? Já, það má deila hvað er lágmark og ekki lágmark. Við töldum að hann uppfyllti skilyrðin. Sko,
En er það þannig að þið metið það þannig að fólk sem hefur margra, eins og í þessu tilfelli, fólk sem hefur margra ára og jafnvel áratuga reynslu á stjórnunarstörfum í fjármálakerfinu, jafnvel fólk sem að þið hafið treyst þess að sitja í stjórnum bankastofnana, að það sé meiri reynsla að hafa verið aðstofamaður viðskiptaráðherra á tímum þegar að bankarnir voru einkavæddir meðal annars. Hvað er það nákvæmlega sem slær þetta út? Það er náttúrulega tvennt sem hefur verið nefnt kannski sem að varðandi Pál. Það er annars að hann hefur tekið þátt í stjórnmálum og okkar niðurstaða var svo að það ylli ekki vanhæfi hjá umsækjendum að þeir hefur tekið þátt í stjórnmálastarfi og einnig það að hefur það verið fundið honum til foráttu að hann var aðstofamaður iðnaðar- og viðskiptaráðherra á þeim tíma sem að bankarnir voru einkavæddir 2003. Við töldum heldur ekki að það ylli vanhæfi. Það má segja að þessi einkavæðing fór ekki illa stað á sínum tíma en síðan voru það nákvæmlega atburðir 2003. Viðskiptaráðherra þáverandi satt hérna settur í þínu sæti fyrir, held ég rúmu 1,5 ári síðan og listi því þar yfir að hún hefði ekki alveg verið með á hreinum hverju hún seldi annan ríkisbankan. Þannig að ég held að burtséð frá því hvort að menn hafi lagt ágætlega á staðið ekki, þá hljótu hún ekki að vera sammála að hún var ekki allavega nákvæmlega eins og þú myndir vilja hafa hana. Nei, ég segi að í byrjun voru byrjað að selja bankan í dreifðu eignaraðild og það leit ekki illa út og kannski urðu þannig atburðir þegar stóri hluti voru seldi 2003 sem að núna eftir á eru svona litnir svona öðrum augum. Við teljum nú ekki að Pál sem aðstofamaður hafi verið mikill ákvarðanatæki í þeirri ákvörðun. Ég held að séu aðrir aðilar sem ætti að ræða frekar við það. En þið teljið hann samt til tekna að hafa verið þar sem starfsmaður? Já. En það verður honum, það er ekki, að mista það er kostur frekar en ókostur, þið myndið það þannig? Já, en við teljum það ekki valdi vanhæfi þó hann hafi verið á þeim tíma sem að þessara ríkisstjórn tók þessa ákvörðun að selja þessa eignarhluti henni 2003. Á sínum tíma þá skipaði þessi ráðherra, Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra, þá skipaði hún þig í einhvers konar viðræðunefnd sem að ég var á milli Búnaðarbankans og Landsbankans þegar menn hugðu á sameiningu þar. Á þeim tíma þá, að minnsta kosti fréttir á þeim tíma þá var bankaráð Búnaðarbankans á móti því og taldi að með þessu væri ráðherrann að skipta sér ofa viðræðunum. Má ekki þar með segja að þú hafir, að minnsta kosti að mati bankaráðs Búnaðarbankans þá, að þeir hafi litið á því sem einhvers konar trúnaðarmann hennar sem átt að vera inn í þessari viðræðunefnd? Nei, ég held nú ekki, Ég er nú alveg sammála bankaráðun á sínu tíma það að þetta var ekki á verksviði ráðherrans að ákveða hvernig ætti að haga viðræðum milli Búnaðarbankans og Landsbankans þegar var verið að huga þeirri sameiningu á sínu tíma. Og ég held að það hafi verið meira menn hafi verið að reyna að sjá út einhverja kandidata til að vinna í hinu sameinaða banka. Það var nú þannig í Búnaðarbankanum þá að það var allmargir bankastjórar og fleiri að láta störfum og þannig að ég held að ég hafi verið einn af þeim en ég held nú að ráðherrann hafi ekki unnið neinu gagn með því að vera að tala um það eitthvað sérstaklega. Ég held að þetta málefni átt að vera í höndum bankaráðsins og ég er alveg sammála því. En þetta er gamalt mál og hefur engin áhrif á það sem við erum að ræða hér. Þannig að þú hefur ekki þekkt Pál á þeim tíma að átti ykkur samskipti við hann í tilefni þessu, manstu þetta ekki? Nei. Fyrsta skipti sem ég leit Pál augliti til auglýs, það var þegar mætti viðtalið starf það sem við erum að ræða hér. Nú hefur fjármálaráðherra, eftir því sem að segir, óskaði þegar að fá að sjá þessi gögn sem að láti grundvallar þessu en segist í leiðinni treysta því að þetta hafi verið faglega gert. Þú óttast ekki tá skoðun? Nei, sú beiðni hefur nú ekki borist. Nei. En við munum verða við henni best. Það má kannski bæta því við að umsækjendur aðrir sem ekki eru fyrir valinu þeir eru rétt að fá rökstuðninginn sem þeir hafa 2 vikna frest til ósk eftir. Og þú óttast ekkert skoðun á þeim rökstuðningi? Nei, alls ekki. Við teljum að við höfum unnið þetta eins faglega bara eins og við mögulega gátum og við komumst öll að sameiginlega niðurstöðu málið í restina. Aðeins að starfslokum Elínar Jónsdóttur, það bar fremur brátt að þegar hún hætti og það mátti nú lesa það út að starfslok hennar væru tengdust að einhverju leyti því að hún var óánægð með það hvernig starfið í bankasýslunni fór fram. Það beindist nú ekki síst gegn stjórnvöldum. Var það ástæða þess að Elín hætti?
Sko, nú verður Elín að svara því sjálf hvers vegna hún hætti. Hún sem sagt sagði upp og stjórnin harmaði það vegna þess að við teljum að hún hafi staðið sig vel í starfi. Í viðtölum þá benti hún á einhverjum fréttamönnum á ársskýrslu stofnunina þar sem kom fram að það var óánægja með að það var ekki nægilega mikil framlög á fjárlögum til starfsemi Bankasýslunnar. Og það út af fyrir þetta að vera sammála því, það alltaf hægt að óska eftir meiri peningum en við báðir myndum það á allir að fjárhagur ríkisins takmarkaður, þannig að það náttúrulega hennar hvort að hún fellir sig við það eða ekki og vill þá skipta starfsvettvang. Það talaði meðal annars að það væri þannig að stofnunin gæti ekki óskað eftir sérfræðiaðstoð sem hún þyrfti. Þetta þannig? Ég tel það ekki vera. Ég tel að fjárveitingar til Bankasýslu ríkisins hafi nægt til þeirra starfsemi sem við berum ábyrgð á hingað til. Og aðeins að þeirri starfsemi, forsætisráðherra talaði mikið töluvert hagnað bankana í gær og að hann ætti að skila sér til þjóðarinnar, talaði að bankarnir ætti að lækka vexti og þvert á móti ættu þeir alls ekki að fara í það sem þeir gerðu áður sem var í óhóflegar arðgreiðslur og launaskrið. Eru þið að beita ykkur fyrir þessu, Bankasýslan? Með ykkar mennin í stjórnum þessara banka? Staðan þannig að Landsbankinn í rauninni ríkisbanki þar sem ríkið fer með 81% hlut og við erum þá með 4 bankaráðsmenn af 5 og ráðum þar alveg meira þar heldur en í öðrum bönkum þar sem ríkið er með minni hluta, við erum með 1 af 5 þar sem við ráðum kannski ekki miklu stefnuna en reynum að hafa áhrif eftir því sem við getum og ég held að við myndum reyna að beita okkur fyrir því miðað við afkomu Landsbankans eins og við sjáum til dæmis núna að hann myndi greiða myndarlegan arð til ríkisins sem kæmi þá öllum til góða væntanlega. Við höfum ekki mikil áhrif á svona stefnu og störf hinna bankana, það verður að segjast eins og er. En þið hafið þó allavega menn í stjórnum, eru þeir að koma þessum sjónarmiðum á framfæri? Ég heyrði þessum sjónarmið fyrst í gærkvöldi þannig að við hefum nú ekki farið að vinna eftir þeim ennþá. En við munum alltaf að skoða hvað forsætisráðherra hefur að segja. En við heyrum undir fjármálaráðherra þannig að það ætti þá að koma þaðan. Annað atriði sem langar til að spyrja það bárust fréttir af því hérna á RÚV núna í vikunni að fyrirtæki, ónefnd fyrirtæki hefðu fengið afskrifaða 550 milljarða tiltekið fyrirtæki, hefðu fengið afskrifaða 550 milljarða samtals sem átti að þá vera næstu 2/3 af skuldu þeirra. Þetta var gefið upp frá bönkunum til þessar eftirlitsnefndar með þessum afskriftum. Ekki eðlilegt bara að það sé gefið upp hvaða fyrirtæki þetta eru? Hvað finnst þér það? Ég myndi ekki hafa á móti því. Og myndu beita þig fyrir því? Nei, það held ég að sé nú kannski ekki verkefni Bankasýslunnar að vinna í því. Þetta er þannig að það eru samræmdar reglur sem að bankarnir hafa komið sér saman ásamt og samþykktar af fjármálaeftirlitinu og samkeppniseftirlitinu held ég líka. Síðan er nefnd á vegum efnahags- og viðskiptaráðherra sem hefur eftirlit með framkvæmd þessara reglna. Þannig að þetta er ekki á borði Bankasýslunnar, þetta tilheyrir ekki eigenda hlutverkinu sem slíku sem að við sjáum Þannig að það er svona ákveðin verkaskipting í þessu þannig að við erum ekki að vinna í þessum þætti. Það heldur það efnahags- og viðskiptaráðuneytið og þessi nefnd sem að sér það. En gætu þið ekki til dæmis bara beitt ykkur fyrir því að til dæmis Landsbankinn myndi bara gefa upp allar afskriftir yfir til dæmis 100 milljónum eins og hefur verið rætt? Væri það ekki anda þess gegnsæis og þeirra upplýsingar sem ykkur er gert að starfa eftir? Jú, það gæti verið í anda þeirra stefnu, en ég hugsa að þurfi þá lagabreitingu til. Væntanlega á lögum með fjármálafyrirtæki varðandi bankanefnd. Það væri ekkert að gera þetta öðruvísi? Ég held ekki. Þakka fyrir komuna í Kastljós.